Þessi staður í norður Ísrael bæði stjórnarfarsleg og andleg heimsmiðstöð trúarinnar. Því aðeins spölkorn frá setri allsherjarhúss réttvísinnar helgidómur sem reistur var yfir jarðneskar leifar Babsins. Ég kom hingað með hópa ungu fólki í 3 daga pílagrímsferð til að skoða helgistaði Bahai-trúarinnar hér í Ísrael. Grafhýsi Bahála í Batsi helgasti staður trúarinnar. Hingað koma pílagrímar víðsvegar að úr heiminum til að biðjast fyrir og hugleiða. Margt bendir til þess að stjarna Bahai-trúarinnar eigi eftir að skína enn skærar í framtíðinni. Þrátt fyrir miklar ofsóknir var trúin ekki kæfð í fæðingunni. Hún hefur ekki klofnað í fylkingar eða sértrúarflokka. Hún þegar orðin næst útbreiddasta trú í heimi, landfræðilega séð, sem speglast í fjölbreytni fylgjenda hennar. Boðskapur hennar virðist höfða til margra, ekki síst ungs fólks. Og síðast en ekki síst hefur fólk sem áður tilheyrði ýmsum trúarbrögðum játað þessa trú, því það telur að fyrirheit sinnar eigin trúar rætist í Bahála.